Haustlínan lent frá Clean Cut Copenhagen. Taktíkin unnin í samstarfi við Jaws. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go. Já, velkomin aftur. Við höldum áfram af krafti hérna í taktíkinni. Það eru kraftliftingar næst. Ísland var að taka 11 gullverðlaun á Norðurlandamótinu í kraftliftingum og hérna ég komið með kraftliftingapar. Hvað? Eitt sterkasta par á Íslandi, getur ekki sagt það? Heldur betur. Þið náðu, já, heldur betur góðum árangri á þessu móti. Já, alveg hrikalega góðum. Eru til að segja okkur aðeins frá því hvernig ykkur gekk? Já. Já. Þú byrja bara. Já, ég tók sem sagt 2 gull ég fekk í samanlögðu og svo í backpressu. Tók 160 í beygju og klikkaði reyndar á 90 í back og svo tók ég 150 í dæti. Og svo gull í back með 85 kíló. Yes. Þetta nú bara, þyngdir sem að hvaða strákur sem væri bara mjög ánægður með. Já, þetta mjög gott. En þú, Kari, hvernig gekk þér? Mér gekk bara skuggalega vel. Ég náði að toppa á mótinu. Ég tók 317,5 hnébeygju sem Íslandsmet í junior flokki, aldursflokki og svo tók ég 220 í back sem aftur Íslandsmet í junior og open eða opnum aldursflokki og tók síðan 282,5 réttstöðuliftu sem var ekki Íslandsmet en það var 2,5 kíló frá því. En það skilaði mér 820 kílóm samanlögðu sem gerði mér kleift að komast á HM í Dubai á næsta ári. Og ég hæst ánægður með þetta. Þetta voru tölur sem ég átti ekki von á að taka á mótinu. Þetta var miklu betri en ég bjóst við. Og núna eru þið bæði með gullverðlaun og þetta líka smá þyngdir sem þið að tala og já, þú vinnur þátttökurétt á öðru móti. Já. Þið stefnið væntanlega ennþá lengra í þessu sporti. Algjörlega, algjörlega. Við ætlum að fara til HM á næsta ári í opnum flokki sem 23 ára plus og þá við að horfa á bestu kraftliftingamenn í heimi þar og þeir mjög góðir í þessu sporti. Þetta var Norðurlandamótið sem voru að keppa á. Þannig að þetta gefur svolítið góða kannski mynd af því hvar Ísland statt í kraftliftingum á Norðurlöndunum. Já, bara mjög vel. Við erum með mjög góða liftara á Evrópu og Norðurlandaskala. Já. Og kraftliftingafélag Akureyrar líka að ná þannig flestum gullum, þannig að það mikið að gerast á Akureyri í kraftliftingum. Já, heldur betur. Við erum með þeim stærstu. Við erum stærst á landinu. Já, má segja það. Með flesta liftarana. Já. Ég held að við erum með tæpan helming af landsliðinu í kraftliftingafélag Akureyrar. Í kraftliftingum. Þetta tala um að þessi bæði stærst í fjölda og stærst kannski í ummálinu líka. Já, kannski. Alveg hárrétt. Það ekki. En nú eru þið par líka í þessu. Talaðu eitthvað annað á ykkar heimili eða hvernig það? Æfið þið saman? Auðvitað. Já, við æfum saman. Það bara að gera. Já, það bara ekki. Að sjálfsögðu, en þá hvernig með mataræði og svefn? Hjálpið þið hvort öðru í þessu að fylgjast með? Já, klárlega. Við hugsum mikið mataræði og reynum að halda því alveg góðu. Og svefnum líka, þó að þessi stundum ekki alveg. Ég myndi aldrei geta að halda mig við mataræði ef hún væri ekki með mér. Ég svolítið mikill nammigrís. En það skiptir gríðarlega miklu máli, mataræðið í þessu sporti. Já, það og rosalega miklu. Já, það alveg 50%. Það náttúrulega bara eldsneytið í líkamann sem að þú ert að setja ofan í þig. Og það spurning hvort þú vilt gott eða slæmt eldsneyti, skilur við. En hvernig hvernig farið þið út í að stunda þetta sport? Álpuðust þið í ræktinni með einhverjum félaga og bara urðu ástfangin eða hvernig komið ykkur í kraftliftingarnar? Við kynntumst eiginlega í því. Já. Ég var að keppa á móti, ég byrjaði í ræktinni mjög ung og ég keppti á þessu móti, skúli það samband við mig og við hittumst held ég þá. Já. Og síðan eftir að byrja að tala saman og eitthvað. Og byrjum þá á fulli í kraftlingu bara að æfa. Já, ég byrjaði bara eitthvað að leika með félögum mínum í ræktinni, í átaki, eitthvað svona að pumpa lóðinn og svona og svo
bara leið eitt að öðru og ég fór með félagum mínum og horfði á bikarmeistaramót í Glerárskóla. Þá var Julian og Viktor Samuelsson og Einar Loftpressa að keppa og hrikalega mikill andi og kraftur í gangi og ég bara varð ástfanginn og fór viku seinna og labbaði bara inn og ætlaði bara að fara að æfa og byrja að æfa. Það var ekki flókið. Staðalímyndin af kraftlýftingum einhverju risastór kraftlýftinga vöðvafjöll. Það þarf ekkert að vera þannig endilega. Nei, alls ekki. Alls ekki sko. Þó að náttúrulega þeir sem eru sterkastir í heimi eru yfirleitt mjög náttúrulega stórir en það eru margir sem eru í léttu flokkunum. Það er að segja 59, 74, 66 og þeim sem eru alveg gríðarlega sterkir. Geta allir verið í þessu. Það er bara þannig sko. Man þarf ekkert að vera eitthvað vöðvafjall til þess að vera í þessu sporti. Hvernig vinnur maður að þessum markmiðum? Hvernig bætir maður við þessar þyngdir þegar maður er á æfingum? Sko, við erum alltaf með prógram bara sem að þjálfarinn gerir og bara fylgja því, mataræði, svefn, allt þetta, markmið, reyna að ná þeim. Það sé eiginlega bara, já. Gefa þessi tíma í þetta. Já, þetta er gríðarlegur tími. Það kemur ekki á einhverjum hálfa ári, sko. Þetta er mikil vinnsla og tækni og þú veist, koma sér rétt að þessu. En hvernig á þessum mótum eru þið búin að taka þessar þyngdir á æfingum áður oft og jafnvel kannski meiri þyngdir eða peppast maður upp á mótunum og það gefur manni aukinn kraft til þess að ná þyngdir sem maður hefur kannski aldrei lyft áður? Já, það er mjög mismunandi. Eins og hann var að taka meira en hann tekið á æfingu. Ég vil tekið aðeins minna á mótum heldur en að taka á æfingum en síðan kemur það fyrir að maður tekur eitthvað brjála stekk á mótum. Það er geggjað. Og svo er náttúrulega líka í uppkeyrslu fyrir mót. Þá breytist prógrammið, þá fer maður að æfa sig til að undirbúa sig fyrir mótið, undirbúa líkamann fyrir að takast á, vera í toppstandi á mótinu. Og þá í uppkeyrslunni fer maður að taka mjög nálægt þyngdinni sem maður ætlar að reyna við á mótinu. Og þetta eru þyngdir sem eru yfir ykkar líkamsþyngd. Hvernig er svo að jafna sig eftir svona mót? Þetta er gríðarlega mikið álag á líkamann. Já. Þetta er það. Eftir mótið, við vorum eiginlega bara veik á sunnudeginn. Var bara heima að lága fyrir mjög. Já, þú veist, maður er svona alveg, maður peppar svo mikið upp og maður tekur svo gríðarlega mikið á því og reynir svo mikið á sig og þú veist, þá verður maður alveg búinn á því, sko, daginn eftir. Já, alveg. Hvernig með starfið hérna í Kraftlýftingafélaginu á Akureyri? Er eitthvað unglingastarf eða krakkastarf? Hvernig? Já, þeir eru með bara fyrir krakka, bara á öllum aldri sem að, ég held að sé spes tímar fyrir það og mjög uppbyggilegt og flott starf, gáfa, bara geggjað. Og svo er Viktor Samuelsson að taka að sér fólk í kennslu til að kenna þeim hnébeygju, bekkpressu og réttstöðulyftu á mánudögum, miðvikudögum, tvisvar í viku og já, þar er ýmis fólk að mæta og þar byrjaði ég til dæmis. Já. Þetta er bara frábært að koma og læra alvöru tækni, skiljur, hvernig á að tækla lóðinn vel, skiljur, svo maður sé ekki að skemma sig. Því ef maður gerir þetta ekki vel, þá ertu bara að fara að skaða sjálfa þig. Algjörlega. Nú er tíminn að renna frá okkur. Svona síðasta spurning, er einhver tilfinning svona í ykkar huga sem jafnast á við það að hann á að lyfta þyngd sem maður hefur aldrei lyft áður og hvað þá þegar það er met? Nei, það er best sem ég veit. Það er æðisleg tilfinning. Hann á að koma sjálfum sér á óvart. Maður verður í skýjónum alveg, sko. Takk fyrir kærlega fyrir spjallið og gefa okkur svona innsýn í þennan heim sem að kraftlýftingarnar eru og við mælum náttúrulega með því að fólk prófi, ekki satt? Já, algjörlega. Og mælum með því líka að fólk fylgist með ykkur því það er greinilega margt í gangi og bara bjartur tími framöndan hjá ykkur. Já, hárrétt. Það var þannig. Takk fyrir spjallið og takk áhorfendur fyrir samfylgdina í þessum þætti. Við sjáum svo í næstu viku. Sönvill föt í úrvali. Taktíkin er unnin í samstarfi við Jóðum Jóð. Taktíkin er í boði Lemon á Akureyri.